Í kvöld náðu mögulega að afstýra stærsta uppsetti allavega síðasta áratugar í íslensku körfubolta. Hvað er að gerast? Já, við bara vissum að við varum, eins og allir eru búin að segja, Haukarnir með bakið upp við vegg og við vissum bara að við vildum alls ekki fara í sumarfrí, þannig að við aðeins tókum til hausnum á okkur og mættum miklu meira tilbúnar heldur en við mættum í seinustu 2 leiki og það bara gekk þetta vel. Hvað nú er náttúrulega svakalega munur á okkur, bara, eins og í fyrstu 2 leikjunum og í þessum, mætti alveg gírvillisar inn í þennan. Er það þá bara þetta að vera með bakið upp við vegg og undirbúa sig rétt andað? Já, mér fannst líka bara Haukalið mæta í dag. Við seinustu 2 leikir erum ekki búin að vera okkar góða Haukalið sem vann deildarmeistaratitil. Tapaði bara 3 leikur í vetur en þannig að seinustu 2 voru bara svona karakterslausir einhvern veginn hjá okkur og mér fannst við bara mæta frábærlega og frábær liðsvörn og frábær barátta og það var svona góð stemming í okkur og núna er bara einbeitt okkur að föstudeginum og koma alveg eins í þann leik. Það er ekkert mikil orka í að koma svona út úr klefanum eins og í þennan leik. Haldið þið getið viðhaldið sömu orku á föstudaginn? Já, ég meina við erum íþróttamenn og erum búin að æfa vel núna frá því seinustu sumar til þess að vera tilbúnar í úrslitakeppnina, þannig að það er allir bara í góðu standi og við passa svo bara vel upp á sjá milli leikina og þetta er bara langt skemmtilegast og maður einhvern veginn leið og kemur inn á vellina gleymir öllum marblettum og óþægindum sko, þannig að ég veit að við getum alveg mætt í annan svona leik. Þið ætlaði að taka þá vantilega leikinn á föstudaginn og koma í 8 leik hérna heima? Já, við ætlum bara að hugsa föstudaginn. Við keyptum okkur núna auka líf hérna með því að sigra í kvöld og ég meina við höfum miklu trú á sjálfum okkur. Við ætlum bara að einbeita okkur á föstudeginum og vonandi bara gengur okkur vel þar.